10 slösuðust í árekstri í uppsveitum Árnessýslu í dag. 2 voru flutt á Landspítalann og hópslysaáætlun virkjuð. Og yfir 100 refsidómar fyrnast að hverju ári. Fangelsin eru yfirfull og meirihlutin útlendingar, segir fangelsismálastjóri. Hátt í 800 bíða refsivistar og fer fjölgandi. 17 flugvélar sem áttu að lenda á Keflavíkurflugvelli síðdegis í dag þurftu að lenda annars staðar vegna veðurs. Þúsundir farþega höfðu setið fastir borð í 3 klukkustundir á 7. tímanum á flugvöllum víða landið. Áhrifamestu leiðtogar Evrópu hafa flestir heimsótt stórveldin í Asíu á meðan tengslin við stjórnvöld í Bandaríkjunum fara sífellt versnandi. Kanslari Þýskalands lauk sinni fyrstu Kína heimsókn í dag. Rock-óperettan Birtingur eftir Voltaire verður frumsýnd í samkomuhúsinu á Akureyri í kvöld. Gestum lofað filterslausri skemmtun hörmungar og dauða. Komið sæl. 10 lentu í hörðum árekstri í uppsveitum Árnessýslu klukkan 2 í dag. Hópslysaáætlun var virkjuð og veginum lokað í 2 klukkustundir. 2 voru flutt með þyrlu á Landspítalann. Enginn mun hafa slasast mjög alvarlega. Áreksturinn varð á Biskupstungnabraut nyrst, svona nokkur 100 metra frá veginum sem liggur annars vegar til Laugavatns og hins vegar að Geysi. Nú vegurinn auður hérna á Biskupstungnabrautinni en þegar slysið var það mun krapi hafa verið á veginum. Það verið að fjarlægja bílana 2 núna, búið að rannsaka vettvang. Það voru 2 smárútur hérna í samfloti, það voru 17 manns frá Ungverjalandi en annar bíllinn lenti í árekstrinum við lítinn fólksbíl. Já, miðað við hvernig þetta leit út í upphafi, bæði hvað áreksturinn virtist vera harður og auk þess sem fjöldi í slysinu, þá tókum við ákvörðun að virkja hópslysaáætlun. Slasaðist fólki mikið? Það voru allir með meðvitund, hvað áverkar og annað slíkt get ég ekki sagt en það voru fluttir 2 til Reykjavíkur með þyrlu en 8 fóru til skoðunar hér á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi. 75 óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar fyrndust í fyrra og vel 800 bíða nú refsivistar. Fangelsin eru yfirfull, segir forstjóri Fangelsismálastofnunar. 84% þeirra sem hófu gæsluvarðhald í fyrra eru erlendir ríkisborgarar. Erlendum ríkisborgurum sem hlotið hafa refsidóma hér á landi hefur fjölgað verulega á síðustu árum og margt af þessu fólki hefur lítil sem engin tengsl við Ísland. Þetta skýrist mestmegnis af tvennu. Í fyrsta lagi hefur fjöldi útlendinga sem kemur til landsins margfaldast á síðustu árum og svo hefur löggæsla og eftirlit á landamærunum verið eflt. Hlutfall útlendingar sem hefja gæsluvarðhald hér á landi hefur að sama skapi hækkað hratt á síðustu árum. Útlendingar hafa verið miklu meiri hluta frá 2019 en í dag eru þeir 84% og Íslendingar 16%. Hafa ber í huga að inn í þessum tölum eru einnig þeir sem sæta gæsluvarðhaldi vegna fyrirhugaðs flutnings úr landi, sem sagt ekki einungis þeir sem hafa brotið af sér. Árið 2025 fyrndust 75 óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar og 98 árið 2024, samanborið við 22 fyndnar refsingar árið 2020 og 16 árið 2019. En fram til 2011 fyrndust sára fáir dómar. Fyrningar hafa aukist síðustu ár og samhliða hefur boðunarlisti lengst, þannig að það heyrir svona til undantekninga að einstaklingar séu boðaðir til afplánunar. Hversu alvarlegir glæpir eru að fyrnast? Þetta eru stærstu, cirka 40% eru þetta umferðarlega brot. Og það sem að refsingar eru tiltölulega vægar, við erum að horfa þá á allt frá 30 daga fangelsi og að 3 mánuðum. Það er svona lungin að þessu. En síðan erum við líka að horfa á hegningarlagabrot. Þar á meðal séu skjalabrot og þjófnaður og auðgunarbrot og einhver fíkniefnabrot. En við sjáum að það eru þarna allavega 1 kynferðisbrot. Já, og það kann að vera náttúrulega sé þannig að
að einstaklingur hafi bara farið á landi og ekki náðst í hann, þannig hafi fyrningin til komið. Af þeim 164 sem afplánuðu refsingu eða sættu gæsluvarðhaldi í lok janúar 2026 var meir en helmingur eða 54% erlendir ríkisborgarar. Rétt að taka fram að ekki liggja fyrir upplýsingar hversu stór hluti þeirra á yfir höfði sér brottvísun eða hefur þegar verið ákveðið að vísa úr landi. En ætla má að hann sé umtalsverður. Hafið þið séð annað eins hlutfall? Nei, við höfum ekki gert það. Þetta í sjálfu sér ágefni að Ísland skuli vera áningarstaður fyrir erlenda brotamenn, myndi ég telja. Inn í samráðsgátt liggja drög að frumvarpi sem miða því að slaka á kröfum veitingu reynslulausnar til þeirra sem hafa erlent ríkisfang og engin tengsl við Ísland. Þetta hugsað sem bráðabirgðaúrræði til að losa afplánunarrými. Í árslok 2025 biðu 743 afplánunar og hér sjáum við þróun síðustu ára. Fjöldi þeirra sem bíða afplánunar í fangelsum jókst mikið eftir 2009 en og yfir aldamótin voru þeir 1/10 af því sem nú er. Þess má geta að af þeim rúmlega 740 sem biðu þess að taka út sína refsingu í árslok 2025 biðu tæplega 360 eftir því að verða settir í fangelsi, 190 biðu þess að afplána refsingu með samfélagsþjónustu og 195 eru farnir úr landi og þeir komast upp með sína glæpi án refsingar. En það er ljóst að okkar mati að þetta verður ekki leyst til frambúðar nema með einhverjum úrræðum utan fangelsa. Við höfum meðal annars reifað hugmyndir samfélagsþjónustu að sé svona enn slaknað á kröfum eða rýmkaðar heimildir til þess. Við höfum líka nefnt atriði eins og rafrænt eftirlit, þar að segja að það komi að fullu þá sem fullnustu úrræði. Þetta er nokkuð ljóst að þetta tekur langan tíma og verður held ég, eða við teljum að þetta þurfum við að gerast með lögum. Og til útlanda, Danir kjósa sér nýtt þing í næsta mánuði. Mette Frederiksen forsætisráðherra boðaði til kosninganna í dag en þær áttu að fara fram í október í síðasta lagi. Kosningabaráttan þegar hafin enda má engan tíma missa. Kosið verður 24. mars eftir rúmar 3 vikur. Det bliver også et afgørende valg. For det bliver i de kommende 4 år, at vi som danskere og vi som europæere for alvor skal stå i egen ret. Vi skal definere vores forhold til USA. Vi skal opruste for at sikre freden på vores kontinent. Danir vissu að kosið yrði á þessu ári og tilkynning Frederiksen hefur legið í loftinu síðustu daga. I ved, hvad jeg står for. Om jeg fortsat skal være jeres statsminister, det afhænger af, hvor stærkt et mandat I giver Socialdemokratiet. Hún útskýrði ekki hvers vegna núna, en ein kenning svo að fylgi jafnaðarmanna hefur verið á uppleið. Líklega þar sem Danir hafa verið ánægðir með framistöðuna í málefnum Grænlands. Er det forsvarligt at tage en dansk valgkamp midt i sådan en udenrigspolitisk krise? Ja, det er det, fordi den krise er ikke overstået, hverken om et par måneder eller om et halvt år. Det har jeg desværre ingen grund til at tro. Stjórnmálaskýrendur segja kosningarnar þær ófyrirsjáanlegustu í langan tíma. Baráttan völdin brotakendari en áður og flokkarnir sem nú mynda ríkisstjórn eru í harðri baráttu hver við annan. Ársverðbólga í febrúar mældist 5,2% og stóð í stað frá fyrri mánuði. Hagfræðingur segir sjá merki kyrrstöðuverðbólgu í hagkerfinu og reiknar með auknu atvinnuleysi næstu mánuðina. Þriðja mánuðin í röð mælist verðbólga töluvert yfir í væntingum. Eftir að verðbólga náði hámarki ársbyrjun 2023 hjaðnaði hún hratt en frá því í fyrra vor hefur reynst ómögulegt að koma henni nærri verðbólgumarkmið Seðlabankans sem 2,5%. Í raun hefur það markmið fjarlægst síðustu mánuði. Samkvæmt Hagstofunni árstíðabundið atvinnuleysi 7,3% á eykst nokkur hratt. En taka skal fram að Hagstofan mælir alla jafna meira atvinnuleysi en Vinnumálastofnun. Þegar verðbólga mælist mikil, atvinnuleysi sömuleiðis og hagvöxtur lítill talað kyrrstöðu verðbólgu. Allt þetta á við íslenska hagkerfið. Og ég held að það sé ekkit óviðeigandi að lýsa því sem kyrrstöðuverðbólgu. En hins vegar held ég að þetta sé tímabundið ástand. Á endanum að þá mun annað vandamálið leysa hitt. Það er að segja að þessi kyrrstaða, þessi aukning í atvinnuleysi, slaki á vinnumarkaði, kólnun á fasteignamarkaði, að þetta ætti allt saman að hjálpa okkur að ná verðbólgunni niður þegar líður á árið.
Hafsteinn býst við að atvinnuleysi haldi áfram að aukast. Fyrirtæki hafi reynt að halda aftur á uppsögnum í von að eftirspurn taki við sér á ný. Síðan líða 2 ár og eftirspurn tekur ekki við sér og þá getum við séð fyrirtækin fara í hagræðingaraðgerðir tiltölulega hratt. Og ég held að við séum að sjá fyrstu merki þetta, að atvinnuleysi að aukast hratt, störfum byrjað að fækka, sérstaklega í einkageiranum og það til marks kannski snöggkólnun má segja. Magnús Geir, með þessi orð þá ekki tilefni til mikilla bjartsýni eða hvað? Nei, og það sem kannski veldur mestu vonbrigðum núna að það ekki hægt að benda á eitthvað eitt atriði. Það eru flestir liðir að hækka. Í janúar þá gátum við bent á vörugjaldahækkanir og gjaldskrárhækkanir hins opinbera. Þannig að þessi mæling sýnir kannski að það töluvert lengra í land en við héldum. Það svo sem eitt og annað viðbúð í þessu, eins og alltaf í febrúar þá hækka fatnaður og heimilistæki, einfaldlega þegar útsölur að klárast. Gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga, vass- og fráveita sorphirða, það dett inn í þessa mælingu og svo eru flugfargjöld að hækka, raunar töluvert meira en á sama tíma í fyrra. En annar mánuðin í röð þá erum við að sjá töluverðar hækkanir á matvöru og svona kjarnaþjónustu. Og það eitthvað sem heimili finna virkilega fyrir, en vonandi, eins og Hafsteinn kom inn á, þá þetta eitthvað sem leysist bara síðar á árinu. En nú bara 3 vikur í næsta vaxtaákvörðunardag. Hverju má búast við þá? Það var svo sem alltaf búist við því að Seðlabankinn myndi halda stýrivöxtum óbreyttum í þessari atriðinu og svo kannski sæi við einhverja vaxtalækkanir með vorinu. Það jafnvel búist við að verðbólgan hækki lítillega í mars að því að útsöluáhrifina gætir enn og svo eru páskarnir í fyrrafallinu og það þýðir hærri flugfargjöld. En hafi einhverjir búist við stýrivaxtalækkun í vor þá það eiginlega bara það ávísun og vonbrigði. Skilaboðin frá peningastefnunefnd eru skýr, þau tala ennþá í yfirlýsingum sínum að vaxtalækkana sé að vænta, en hins vegar segir nefndin alveg skýrt að það þurfi að sjást betri árangur í að ná verðbólgunni niður áður en þær skila sér. Þannig ég held að það sé ekkit endilega þannig að vaxtalækkunarferlinu sé lokið, en það alveg klárlega búið að ýta á pásutakana á því þangað til við sjáum verðbólguna fara niður. 16 farþegaþotur sem áttu að lenda á Keflavíkurflugvelli síðdegis þurftu að lenda annar staðar á landinu vegna veðurs. 2000 farþegar voru í vélum Icelandair og hefðu á 7. tímanum setið fastir þar í rúmlega 3 klukkustundir. 3-leytið bárust þær fréttir að ekki vera hægt að lenda á Keflavíkurflugvelli vegna veðurs og erfiðra aðstæðna. Já, það það bil korter yfir 3 eitthvað svoleiðis þar sem að það verið að fjalla það að Keflavíkurflugvöllur í vandræðum með að taka á móti vélum. Þannig að það þá verið að dæverta vélum til Reykjavíkurflugvallar. Fyrsta vélin komin hérna bara nokkur mínútur síðar og það lenda meira að minna þessar 5 vélar bara á einhverjum 20 mínútna bili. Og ein herflugvél til viðbótar lenti á Reykjavíkurflugvelli. 3 vélar lentu á Egilsstaðaflugvelli, 2 frá Icelandair og 1 frá flugfélaginu Discover. Þá þurftu 8 vélar, allar á vegum Icelandair, að lenda á Akureyrarflugvelli. Það ekki ofta að maður sjái svona stórar farþegaþotur hérna á Akureyrarflugvelli eða allavega ekki fleiri en eina í einu og í dag urðu þær 8. Þetta trekkti að talsverðan fjölda fólks sem vildi fylgjast með og var fólk búið að raða sér upp hérna á veginum meðfram flugbrautinni í dag. Rúmlega 2000 farþegar voru borð í vélum Icelandair. Á Reykjavíkurflugvelli höfðu farþegar vélana 5 setið fastur borð í á 3. klukkustund þegar fréttastofa talaði við flugvallastjóran. Aðstæður eru nú kannski ekki sérstakar hérna akkurat núna heldur hver staðan hvenær fara þessar vélar aftur á stað? Það verið að vinna í því núna, það að taka eldsneyti einhverjar sem að þurfa þess. En síðan það veðrið búið að skríða hérna yfir okkur frá Keflavík. Þannig að við erum að reyna að ná upp og tryggja það að flugbrautar skilyrðin séu sem best. Þannig að við erum aðeins að vinna í þeim hluta og vonandi getum við komið þeim hérna burtu bara innan skams, innan klukkutíma eða svo. Nú hluti farþegavéla Icelandair sem lentu á Egilsstöðum og Akureyri eru farnar í loftið og leið til Keflavíkur. Verið að hleypa farþegum úr 3 af 5 vélum Icelandair á Reykjavíkurflugvelli út þar sem koma af Schengensvæðinu. Nú verið að undirbúa hinar 2 til að taka á loft og lenda á Keflavíkurflugvelli. Og þá að allt öðru. Núgildandi búvörusamningar sem renna út á þessu ári verða framlengdir ár. Atvinnuvegaráðherra segir ekki standa til að kollvarpa samningunum en þeir verði ekki óbreyttir. Meiri áherslu þurfi á kynslóðaskipti og nýsköpun. Samningarnir kosta ríkissjóð ríflega 20 milljarða á ári.
Búvörusamningar eru gerðir milli Íslenska ríkisins og Bændasamtaka Íslands. Samningarnir eru gerðir til 10 ára í senn en eru endurskoðaðir tvisvar á gildistíma þar sem litið er til þess hvort markmið samninganna hafi náðst og hvort nauðsynlegt sé að gera breytingar. Í rammasamningi er fjallað almenn starfsskilyrði landbúnaðarins en síðan eru sérstakir samningar nautgriparækt, sauðfjárrækt og garðyrkju. Stjórnvöld hafa lagt til að framlengja samningana ár. Til að gefa okkur betri tíma til að fara ofan í sauman á þessu og vinna í þeim málum sem við teljum að hafi breyst á undanförnum áratug og þurfi núna að mæta sem sagt, það breyttu tíðarandi, við viljum leggja meira áherslu á atriði eins og nýsköpun, eins og kynslóðaskipti, fjölbreyttari starfsstjórnar innan landbúnaðarins og svona mætti lengi telja. Verkefnið sé stórt og viðamikið enda fari úr ríkissjóði í búvörusamninga ríflega 20 milljarðar árlega. Bændur séu ekki of vel haldnir að sinni stöðu leið og atvinnugreinin sé afar mikilvæg upp að byggðafestu og fæðuöryggi. Kynslóðaskipti séu sérstakt áhyggjuefni. Það er náttúrulega þyngri en tárum taki að vera með fjölda fólks, unga bændur eða ungt fólk sem vill hasla sér völl í landbúnaði en einhvern veginn kemst ekki að eða á þess ekki kost. Þetta kostar mikið fjármagn eins og staðan er að kaupa sig inn með greiðslumarkið eða hvernig þetta er og líka það að þeir sem eru eldri, þeir eru ekki svo auðvelt. Ráðherra segist vissum að samtalið við Bændasamtökin verði gott en málið sé flókið og því gott að fá viðbótar tíma til að ganga í verkið. Þannig þið eru ekki að tala um að kollvarpa þessum samningum? Við erum ekki að tala um að kollvarpa neinum samningum, við erum heldur ekki að tala um að það sé augljóst að við höfum það óbreytta. Því ég held að við séum öll saman um það að einhverju þarf að breyta. Það þarf að búa þetta starfsumhverfi þannig úr garði að það sé aðlaðandi. Kanslari Þýskalands segir mikilvægt að styrkja sambandið við Kína en opinberi heimsókn hans þangað lauk í dag. Flestir áhrifamestu leiðtogar Evrópu hafa heimsótt stórveldin í Asíu síðustu mánuði á sama tíma og tengsl við Bandaríkin fara versnandi. Þetta var fyrsta heimsókn Friedrich Merz sem kanslari til Kína. Með í för var fjöldi fólks úr viðskiptalífinu. Wir sollten einfach die Beziehungen zu China festigen. Ich bin jedenfalls dazu entschlossen, das zu tun. Das gilt für die politischen Gespräche, das gilt aber auch für die ökonomische Zusammenarbeit. Merz ekki einn að líta til Asíu. Samskiptin þvert yfir Atlantshafið hafa farið versnandi og Evrópuríki ekki farið varhluta af viðskiptatollum bandarískra stjórnvalda. For a long time, Asia policy in Europe was just following the lead of the United States. Mohan segir þetta vera breytast í valdatíð Donalds Trump og utanríkisstefna Evrópu sé að verða sjálfstæðari. Með því að gera fleiri viðskiptasamninga sé áhættunni dreift ef uppkoma vandamál. You can open up new markets, your companies have new areas to invest in and go into and businesses, etc. That you sort of manage the uncertainties that you're living with today. Áhrifamestu leiðtogar í Evrópu hafa heimsótt Kína eða Indland á síðustu mánuðum, flestir reyndar bæði löndin. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, fór til Indlands í október og Kína í janúar. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fór til Kína í desember og Indlands nú í febrúar. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, var á Indlandi í janúar og er núna í Kína. Þá skrifuðu leiðtogar Evrópusambandsins Ursula von der Leyen og Antonio Costa undir umfangsmikinn fríverslunarsamning við Indland í janúar í Nýju Delí, þann stærsta sem bæði ESB og Indland hafa gert. Europe and India need each other today like never before. Even though we've seen these efforts and we've seen negotiations go for more than a decade on this free trade agreement, it only came to pass at this particular geopolitical juncture, and that says something of the world we live in. Og annað dæmi risavaxinn fríverslunarsamning ESB er Mercosur. Með honum verður til stærsta fríverslunarsvæði heims. Mercosur er fríverslunarsvæði 5 ríkja í Suður-Ameríku, Brasilíu, Argentínu, Bólivíu, Paragvæ og Úrúgvæ. Samningurinn sem á að nema úr gildi 90% allra tolla milli verslunarsvæðanna hefur verið mjög umdeildur í Evrópu. Hann hefur ekki tekið gildi enn því þingmenn á Evrópuþinginu í Strasbourg samþykktu með naumum meirihluta vísunum til Evrópudómstólsins sem á að fara yfir lögmæti samningsins. Lögreglan á Norðurlandi eystra varar við notkun fíkniefnis sem kallast kratom. Lögreglan lagði nýlega hald á tæp 60 kíló af efninu í 2 aðskildum málum í sendingum frá Hollandi.
Lögreglan segir í tilkynningum að efnið sé lítið þekkt á Íslandi en erlendis sé það jafnvel selt undir fölskum formerkjum sem fæðubótarefni eða náttúrulyf. Efnið geti verið enn skaðlegra sé það notað með öðrum vímugjöfum. Haraldur V Noregskonungur var í dag útskrifaður af sjúkrahúsi á Tenerife. Hann var í fríi á eyjunni ásamt Sonju drottningum og var fluttur á sjúkrahús á þriðjudag vegna sýkingar í fæti og ofþornunar. Heilsu hans hefur hrakað undanfarið. Haraldur er 89 ára og elsti starfandi þjóðhöfðingi í Evrópu. Leikfélag Akureyrar frumsýnir í kvöld rock-óperettuna Birting. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður er í samkomuhúsinu þar sem leikarar stíga á svið eftir það bil 30 mínútur. En Ólöf, er allt að verða klárt eða hvað? Já, spennan hérna er eiginlega áþreifanleg. Það er verið að taka loka testa og öllu sem máli skiptir. Það eru ljósin og hljóðið og múnderingarnar, hárkollurnar, púðrið, allt þetta. Bergur er hérna hjá mér, leikstjóri. Hvað segirðu, Bergur, hvernig eru taugarnar svona 30 mínútur fyrir frumsýningu? Það eru mjög þandar, en það sem leikstjóri gerir núna er að eins og foreldri reyna að gera sig óþarft og það þarf enginn á mér að halda lengur. Þannig að bara sleppa takinu. Þannig að ég bara sleppa takinu og reyna að þvælast ekki fyrir, sko. Segðu mér örstutt frá Birtingi, hvað er þetta? Birtingur er klassísk saga sem er svona háðsádeila það hvernig manneskjan hagar sér. Þetta er náttúrulega söngleikur og gamanleikur og verið að gera grín að því hvað við erum ömuleg. Sem sagt gamanleikur hörmungar. Gamanleikur hörmungar hljómar æðislega. Sko, tónlistin, hún skipar mjög mikilvægan sess í þessu verki. Er það ekki rétt, stelpur, Urður og Hólmfríður? Jú, aldeilis. Það eru 13 glæný íslensk lög, frumsamin af Þorvaldi Bjarna og þetta er ótrúlega skemmtileg tónlist og mjög fjölbreytt af því að Birtingur ferðast allan heiminn. Ég ætla að fá ykkur til að sýna mér aðeins, en fyrst kannski hvar erum við í sögunin þegar hérna kemur við sögu? Heyrðu, við erum stödd í Feneyjum. Já, Birtingur er komin til Feneyja og í Feneyjum er farið vel með útlendinga ef þeir eiga pening og hann á þessum tímapunkti peninga, þannig hann fær festival. Festival hljómar vel, eigum við að fá að heyra smá? Já, endilega. Takk fyrir það, Akureyri. En sífellt færri lesa bækur og því hefur miðstöð íslenskra bókmennta blásið til lestrar átaks fyrir fullorðna. Átakið hófst í dag með lifandi gjörningi í verslunarrými Kringlunar. Myndi hún þá ekki átta sig á öllum hans vanköntum í eitt skipti fyrir öll? Klaupa enn harðar í fang þessa smala ófétis, í fang þessa stællega smala. Markmiðið er að fá landsmenn til að gefa bókum gaum og njóta lesturs. Íslendingar verja að jafnaðum klukkustund á dag í að lesa eða hlusta á bækur. Meðaltíminn sem fólk ver í bóklestur hefur farið minnkandi með árunum samkvæmt könnunum. Meðal ráða til að fjölga lestrarstundum er að grípa í bók á biðstofum, lesa fyrir svefnin, í strætó og meðan síminn er í hleðslu. Bók er náttúrulega eitthvað sem hefur fylgt okkur svo óralengi og Íslendingar við erum bókaþjóð og ég held að við stöndum alveg undir því nafni ennþá. Og bókin er líka svo einföld einfaldur gripur og fyrirbæri. Það þarf til dæmis ekki að hlaða hana sem er mikill kostur, er ekkert vesen. Þú getur alltaf gripið í bókina og hún styttir þér stundir, hún skemmtir þér og hún dýpkar hugarheim þinn og svo er svo gaman að tala um bækur. Fyrsta sjónvarpsviðureign Gettu betur spurningakeppni framhaldsskólana er í kvöld í sjónvarpssal þegar Menntaskólinn á Laugarvatni mætir verslunarskólanum og það stefnir í spennandi keppni, ekki satt, Helga Margrét Höskuldsdóttir? Jú, svo sannarlega, Jóhanna, það er alltaf spenna þegar að Gettu betur er að fara af stað. Við erum komin í 8 liða úrslit, það voru 27 skólar sem að hófu keppni hér hjá okkur á vefnum og í útvarpinu og nú er það bestu 8 skólarnir sem að standa eftir og eru þetta að keppast
þannig hérna, hljóðnumann, Sigur Greipin sem að fæst fyrir það að vinna Gettu betur. Það er 40 ára afmælisár, þannig að hver veit nema við breytum upp á einhverjum skemmtilegum nýjungum hér í kvöld. Verðum að sjálfsögðu í beinni útsendingu með þessa frábæru keppni eins og það sagði Versló og ML hér klukkan 20:15 í kvöld. Missum ekki því, gangi ykkur vel. En þessu næst ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Í Kastljósi í kvöld fjöllum við kaupfíkn. Þetta var einhvern veginn bara það að þurfum að fara að kaupa eitthvað. Þú hefur ekki stjórn á hvatvísinni að kaupa þér hluti, þótt að hafi slæmar afleiðingar hvað þú ert búin að kaupa mikið, þótt þig vanti ekki hlutin. Það var mjög svona mikil skömm sem fylgdi þessu. Við hittum einnig yngstu leikhúsgesti landsins. Mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt. Mikið af svona skynjunum fyrir börnin. Bara yndislegt að geta komið með svona lítil kríli í leikhús. Já, nákvæmlega. Og þá er það veðrið. Suðvestan 8-15 með éljum á morgun en hvassari á stöku stað syðst fyrirpartinn. Það dregur úr vindi og léttir til á norður- og austurlandi en hvessir tíma á norðausturlandi annað kvöld. Frost verður á bilinu 0-12 stig og það verður kaldast í innsveitum norðaustanlands en mildast allra syðst. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Á laugardaginn eru úrslitaleikirnir í bikarkeppni karla og kvenna í handbolta. Í gærkvöld kom í ljós hvaða lið mætast hjá konunum og í kvöld eru undanúrslitaleikir karla. Íslenska karlalandslið fótbolta lék æfingaleik við Mexíkó í nótt. 8 leikmenn léku sinn fyrsta landsleik fyrir Ísland. Og annað kvöld spilar íslenska karlalandslið í körfubolta fyrri leik sinn af 2 við Litáen í undankeppni HM. Leikmaður liðsins vill nýta sér kraftinn frá íslensku stuðningsfólki. Í íþróttum hér að loknum fréttum. Og þá ætlum við helstu atriði fréttatímans. 10 slösuðust í árekstri í uppsveitum Árnessýslu í dag, 2 voru flutt á Landspítalann og hópslysa áætlun var virkjuð. Og yfir 100 refsidómar fyrnast á hverju ári. Fangelsin eru yfirfull og meirihlutin útlendingar, segir fangelsismálastjóri. Hátt í 800 bíða refsivistar og fer fjölgandi. 17 flugvélar sem áttu að lenda á Keflavíkurflugvelli síðdegis í dag þurftu að lenda annar staðar vegna veðurs. Þúsundir farþega höfðu setið fastir borð í 3 klukkustundir á 7. tímanum á flugvöllum víða landið. Áhrifamestu leiðtogar Evrópu hafa flestir heimsótt stórveldin í Asíu á meðan tengslin við stjórnvöld í Bandaríkjunum fara sífellt versnandi. Kanslari Þýskalands lauk sinni fyrstu Kína heimsókn í dag. Rock-óperettan Birtingur eftir Voltaire verður frumsýnd í samkomuhúsinu á Akureyri í kvöld. Gestum er lofað fylgdesslausri skemmtun hörmungar og dauða. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo er það Gettu betur klukkan 20:15. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Gettu betur, spurningakeppni framhaldsskólanna.